Fundarstjóri, dómarar, andmælendur, dömur og herrar. Ég. Ég maður sem tekur tilfinningar fram yfir rök. Ég ger það sem mig langar. Ég ger það sem veitir mér ánægju. Alveg óháð hvaða áhrif það getur haft á aðra. Lífið mitt hefur ekki alltaf verið dans á rósum, ég hef setið inn í dálítinn tíma en samt sem áður hef ég alltaf fullnægt mínum þörfum og gert það sem gerir mig ánægðan. Allir hlutirnir sem ég hef gert. Ég man heima á Siglufirði ég lokkaði strákan upp í trillu og fór með út á vita og sagði ef að þið hunskist ekki buxunum þá völti ég bátnum og þið drukknið. Þessi valdatilfinning. Talandi valdatilfinningu. Ég Hafnarfirði árið. Hann var svo sætur, hann var svo krúttlegur. Ég bað hann að vísa mér að öskuhugunum. Auðvitað vildi ég bara komast í buxurnar hans. Svo ég fór með hann að Hvaleyrarholti, hent honum á bakið, reif af honum buxurnar. Hann hágrét, svo ég sló hann. Þá loksins hófst unaðurinn að fullu. Hann var svo lítill, hann var svo saklaus, hann var svo þröngur. Og bláu augun að sjá þau svona, öll vot af tárum og hann öskrandi að reyna að berjast á móti. Þvílík alsæla. Það var aðeins einn sem hafði völd. Ég hafði völdin. Ég hef misnotað svo marga stráka að ég löngu hættur að telja. Kannski eyðilagt einhverja fjölskyldur en vitið hvað? Mér alveg sama. Því að þetta veitir mér yndislega tilfinningu og ég stjórnast af tilfinningum. Ég. Ég Steingrímur Njálsson. Kvennaskóli Reykjavíkur. Ekki allt í lagi heima hjá ykkur? Þetta virkilega það sem þið viljið tala fyrir? Hafið þið engin siðferðisleg mörk? Eða sitið þið bara svo föst inn í eitthvað tilfinningalega bleika bómullarhnöðra að þið hugsið ekki umræðefnið út frá þessu sjónarhorni? Sjónarhorni manneskju með ógeðslega tilfinningalega þarfir. Þarfir sem eru mannskemmandi ef þeim gefin lausþaumur og ekki gripið inni með skynsemi og rökhugsun. Það að gefa nauðgurðum, rafmorðingjum, fólki með geðraskanir, grænt ljósa og taka tilfinningar sinna fram yfir skynsum rök álíka mestu upp og Bogi Ágústsson að tvrka. María, elskan, opnaðu augun. Rökin flokka og skilgreina tilfinningar. Ef ekki væri rök, væri það tilfinningar. Vegna þess að þegar þú tekur tilfinningar þinnar umfram rök, þá getur ekki greint þar, því að þú hugsar ekki rökrétt. María, rökin segja til af hverju við ættum að framkvæma hlutina. Þú gerir nefnilega ekkert nema að hafa rök fyrir því. Rök umfram tilfinningar allan daginn, alla daga. María, við tökum ákvarðanir af rökfræðilegum ástæðum, ekki bara af því að eitthvað að okkur eða finnst okkur líða einhvern veginn. Þú hefðir átt að skoða eins umræðefni áður en þú steigst upp í pontu því að með við orðin hér í kvöld skilurðu það bara alls ekkert. María kom og nefndi vísindi, en þú getur vísindast eins og þú vilt. Færð samt engin svör án rökhugsunar. Kvenskjælingar eru veikir. Þeir kjósa tilfinningar umfram rök. Ætlaðir að halda þig fram að bara ákveðin hópur fólks megi taka tilfinningar umfram rök. Nei, það ekki umræðefni kvöldsins. Þið hefðu átt að semja umræðefnið rök umfram tilfinningar hjá ákveðnum hópi fólks. Jón Atli, ég krefst þess á sem færir alla hérna inni að það sé alltaf og allstaðar rétt að taka tilfinningar umfram rök. Líka þegar að fíklar, rafmorðingar og barnanýðingar þurfa að fullnægja tilfinningu sína.